Við brimþórna gletta bárurna skvetta vélarnar með æpálum og hafskál Þetta ekki svona. Hvað, það að vera búinn úr skálinni? Þetta svo gott. Beint dregin. Svona, láti þetta kjört, þetta handa mér. Þá illt í magan af þessu. Það er verið að sína latabæi eftir Magnús Skeving eigin. Alltaf fyrir eigin. Pappa ætti maður að vita það. Hvað er þetta að gera, pabbi? Ég reyna að baka hérna köku sem ég sá hérna í dagskráni frá Vestmanni sem einhver stenda. Er það skúffukaka? Nei, ég held ekki. Búið að veðja. Nei, já, hvað meinar? Nei, því hann að baka, ég held kannski hann hefði tapað Hvað er þetta, pabbi, ekki að baka nú stundum? Hvað er þetta að tala um mig? Nei, skan, halt þú bara áfram. Þátturinn fyrir alveg að byrja? Herri, mamma, þegar við vorum átt í Eyjum í fyrra, hann á lundabakatímanum. Lundapysjutímanum, Aron. Lundapysjutímanum. Það voru fullt af köllum frá sjónvarpinu að taka myndir hérna. Ég sleppti 30 eitthvað. Ég sleppti nú miklu fleirum. Mamma, var ekki gaman þegar var slípið stelpa í Eyjum vorunar? Jú, það var yndislegt. Fuglinn að byrja að setjast upp og kallarnir að fara út í Eyjar að sækja eggin. Og svo erum við krakkarnir alltaf að leika okkur inn í spröngu að spranga. Eða niður í fjöru eða við vorum ekki í íþróttum líka. Já, nú er ég orðinn gamall til að fara á selmóti. Já, Sara er orðin nógu gömul til að fara á bæjarmóti. Og svo þegar Sara verður orðin of gömul, þá tekur bara næsta við. Næsta? Ingibjörg, þú ert ekki hætt að taka pilluna bara til þess að komast á bæjarmóti í Vestmanni. Ingibjörg, þú ert ekki. Pabbi, hvernig var þetta nú þegar þú veist þarna lundalúsina? Aron, heldurðu virkilega að fá hann pappaðinn til að rifja það upp, það? Pappalúsið? Svona, gríðinn í eldhúsklána þetta. Þátturinn að byrja. Ég trúi. Það er nú svipur með ykkur, pabbi. Sjáðu. Þetta ættir þú einu sinni heima. Já. Góðir áhorfendur og velkomna með okkur gesti og sjónvarpsfólkinu að sjálfsögðu til Vestmannaeyja. Við höfum fengið að sjá það hér í dag að fólki líður vel í Vestmannaeyjum og hér fyrir vel alla, þið ekki mér sammála? 3, 2, 1, ekkert annað eftir en að bjóða stjórnanda þáttarins sem jafnframt er aðalgestur Einar Jónasson, gjörðu svo vel! Takk fyrir og gott kvöld. Gaman að vera komið með þeyting til Vestmannaeyja. Loksins er ég komin til Vestmannaeyja. Ég er búinn að bíða eftir þessu. Nei, ég ætla ekki nefna árafjöldan, en þetta er fyrsta heimsóknin hingað og hún er stórkostleg, minnst hingað til og vonum að hún verði það sem eftir er kvöldsins. Magnús, snillingar að spila með þér eins og allt sem að hér gerist? Já, hér er nóg að hljómlistafólki og þessir strákar hér eru meðlimir hljómsveitar sem kalla sig Dans á Rósum, að minnstakosti í miðri viku. Já. Að minnstakosti í fyrri viku? Já, ég skilst að það heit svo eitthvað annað á sunnudögum. Já. Við komumst að því. En ég hef alltaf haft á tilfinningunni að Vestmannaeyingar syngi meira og betur heldur en allir aðrir. Eigum við að kanna það? Ef við ekki bara prófa það? Er þið til? Já.
Góðir landsmenn og Vestmannaeyingar nær og fjær, velkomnir í Reyting. Við erum stödd í Vestmannaeyjum. Sú saga til Vestmannaeyjar að tröll hafi kastað eyjunum sunnan af Hellisheiði út á sjó, þar sem þær eru nú. Auk þess segir sagan að þrælar Hjörleifs, fóstbróður Ingólfs Arnarssonar, hafi flúið til Vestmannaeyja eftir að þeir höfðu drepið Hjörleif. Ingólfur á að hafa veitt þeim eftirför og drepið á þar en sumir hlupið fyrir björg. Nafngiftin Vestmannaeyjar á að vera tilkomin vegna þess að þrælarnir hafi verið vestmenn. Vestmannaeyjar er ein stærsta verstöð landsins þar sem atvinnulífið snýst að mestu sjávarútveginn. Af fjölmörgum fiskverkendum er vinnslustöðin og ísfélagið stærst, en þeir ásamt fleiri aðilum reka mikla útgerð í eyjum, en útgerðin samanstendur allt frá smærri bátum upp í togara og stór nótaskip. Samgöngur eru góðar bæði í lofti sem á sjó. Flugfélag Vestmannaeyja, Flugleiðir, Íslandsflug og fleiri sjá loftflutningana, en Herjólfur sér farþega og bifreiðaflutninga. Herjólfur siglir frá Vestmannaeyjum til Þorlákshafnar og svo auðvitað tilbaka aftur, og skipið er í förum daglega og suma daga er hægt að velja 2 ferðir á dag. Vestmannaeyingar búa við mikla sérstöðu. Þeir verða að vera sjálfum sér nógir í sem flestu og hafa enga möguleika á að reka sitt samfélag í samstarfi við aðra, eins og sem höfnina, hitaveituna, vatnsveituna, rafveituna, sorpeyðingastöðuna, svo eitthvað sé nefnt. Náttúrufegurðin er mikil í Vestmannaeyjum og þar er fjölbreytt fuglalíf sem heillar og hefur margur ferðamaðurinn lagt leið sína út í eyjar til að skoða sig Sú dvöl hefur oft staðið lengur yfir en stóð til í upphafi ferðar. Náttúrueflin hafa trúlega aldrei látið eins mikið til sín taka á öldinni og í Vestmannaeyjum, þegar eldgos braust út í Heimaey 23. janúar 1973. Íbúarnir 5.300 að tölu yfirgáfu heimili sín og eigur í einni svipan, og það var ekki fyrr en 3. júlí sama ár sem því var lýst opinberlega yfir að gosinu væri lokið. Talið er að 1500 manns hafa ekki snúið heim aftur. Nú búa 4800 manns í Heimaey og þar er engan bylfug að finna, enda er mannlífið gott í eyjum og þar er gott að vera. Fjölbreytnin er mikil og þar er hægt að stunda ýmiss konar... Hvað er þetta? Það er ekki hægt að byrja að þylja eitthvað upp bæjarbrægin og alla möguleikana sem að þar eru fyrir hendi. Þátturinn dugur ekki til, þá hann yrði allur lagður undir. Svo þeir sem hafa ekki komið til Vestmannaeyja verða bara að láta verða af því að heimsækja eyjarnar. En hverfum þá aftur til gests og hans gestar. Og þar sáum við fallega myndir frá Vestmannaeyjum sem að tekna voru síðastliðið sumar. Þá var sól eins og hefur verið síðan við komum hingað til að þakka upp þennan þátt. En ég kynni til leiks æskulýðs- og tómstundafulltrúa og bæjarfulltrúa. Heyrum stundum í honum í útvarpinu, hann lýsir heimaleikjum í IBVF og er alveg ótrúlega hlutdrægur. Nei, þetta er ekki rétt, ég má ekki segja svona. En hann er mjög skemmtilegur þegar hann lýsir í útvarpið. Guðmundur Þ. Ólafsson, vertu velkomin. Þakka kærlega fyrir og verið þið velkomin til Vestmannaeyja. Takk fyrir það. Ég var aðeins að skjóta þig út af þessu íþróttalýsingum. Þetta var dauðafæri. Var það dauðafæri? Alveg dauðafæri. Já, á heimavelli. Á heimavelli, nú ertu á mínum heimavelli, sko. Nú er ég komin að þinn heimavöll til Vestmannaeyja loksins. Þegar maður fyrir að skoða svolítið söguna kringum Vestmannaeyjar, þá er þetta gamalt. Þetta er gamalt staður, gömul byggð, hér hafa menn verið lengi. Já, og hér höfum við verið bylt Íslandssögunni því að fornleifarannsóknir í Herjólfsdal sýna það að við erum búin að hafa endaskipti á Íslandssögunni og það munar nokkrum tugum eða ekki hundruðum ára að mannabyggðir hafi verið hér fyrir landnám fyrrum talið 874. Já. Og svona höfum við eiginlega haldið áfram slóðina síðan. Við höfum verið ákaflega framalega og verið fljót til hér í eyjum að framkvæma hlutina. Já, rétt. Já, góður minn. Það er nefnilega ljóst. Frumkvöðlar í ýmsum málum. Já, bara flestum, gestur Einar. Það verður að segjast alveg eins og er. Það er til dæmis talað um það að fyrsta kristna kirkjan árið 1000 hafi verið byggð hér undir löngu. Og elsti barnaskóli landsins er hér, 254 ára gamall. Stofsettur 1745. Fólk sem er búið að gera þetta í gegnum söguna hlýtur náttúrulega vera mikið kjarnafólk. Hvernig fólk býr í Vestmannaeyjum? Það er dásamlegt fólk, get ég sagt þér. Þetta fólk hérna? Þetta og allir aðrir sem eru hérna. Þetta er bara í hnotskurn. Þetta er sýnishorn af okkar liði. Þetta er sýnishorn af ykkar liði? Já.
Guðmundur, skammstöfun AKP, hvað þýðir það? Já, það er eðlilegt að spyrja því. Aðkomu pakk. Já. Dattaði í hug. Já, þeir notaði annar staðar en hér, skilst mér. Já, takkið vel á móti fólki sem kemur. Já, öllum. En við erum ekki eins glæðir þegar einhverjir fara. Nei. En við tökum vel á móti öllum og það er allir velkomin til okkar. Já. Þegar við höfum komið inn að þátt, þá höfum við víða fengið ægilega fallega og skrittar tertur. Þið náttúrulega eru öðruvísi eins og ég hef séð hér þennan stutta tíma. Þið eru svolítið öðruvísi. Hér er sko ótrúlegt á borðum. Já, sko eins og þú tekið eftir þá býr hér mjög sætt og fallegt fólk og þess vegna reynum við aðeins að draga úr til að ofgera nú ekki öðrum á landinu og erum svona með þá frekar næringaríkara og harðfisk og fíl og lunda og súlu. Svo séu söl hérna sem er þjóðaréttur Eyjamanna. Ég veit þetta tengist næsta atriði. Það er matargat og við skulum sjá hvernig Vestmanneyingar bjóða okkur upp á matinn. Tryggið þetta bara svona endilega svona að fáið ykkur bara nóg mikið að borða. Nei, er þetta ekki Sirri Gísladóttir? Það er gaman að sjá. Gaman sömuleiðis. Og það er gaman að sjá þig. Ég er svo gaman að fá það þjóðhátíð. Endilega. Við erum með lunda og Fryktan og stiktan og helstu báðir ég. Já, má ég kalli strákan að bjóða þeim? Endilega fá allir lunda sem kom til Vestmanneyja. Þjóðhátíð. Blessaður. Velkomnir allir saman. Gaman að fá okkur. Gaman að sjá okkur. Komið. Lunda hérna. Er þjóðhátíð? Sko þjóðhátíð. Þetta okkur. Þú voru Magga sittra á Ég smjör á þessu. Lunda hérna. Þetta er ykkur. Þetta er ykkur. Já. Má ég þóra? Þetta er fínt. Og þessi stiktur. Já. Já, fá okkur svo líka endilega. Kleinur. Nú. Ekki allt í einu. Nei, ekki allt í einu. Nei. Þetta er frábært. Þetta er stiktur lundi með fyllu. Sjáðu. Er þetta þá? Þetta er stiktur lundi sem er búið að hamfletta. Þessi er langt betur með gartan innan. Ég veit hvað þetta er. Nú. Veistu hvað þetta er? Kríkur. Hefurðu komið með krík á? Já. Þetta er í hug. En þú maður ekki inn. Má ég fá með harfisk? Já, ég gerði svo vel. Endilega. Má ég það hérna? Nei, þetta er stiktur. Þeir voru smér með að það er engi sós á þjóðhátíð, sko. Nei, ég hef nú oft komið í svona tjald á þjóðhátíð og það hefur nú oftar verið annað drukkið með þessum kaffi. Jó, nei, það er eftir miðnætti kannski. Já, syngja. Já, og gamli Jóni Gvendarhúsi, hjartar fyrsturinn. Bauði langi Jóni Víð og lindar fólks og dyn. Þeir borgðu allir eina krónu eins og samið var. Það átt að geymast þangað til næstu kosningar. Við erum eins og í bili. Það er kríkinesti. Ungmennunum hér. Þetta reisa sundskála sem heima klettur er. Og leigja þar úr sólstíðin og selja hreina sjó. Á 60 aura votti hjartasteinn, það væri nóg. Á 60 aura votti hjartasteinn, það væri nóg. Já. Þetta er alveg úrvalsmatur, Lundi. Já, alveg úrvalsmatur. Var þetta svona örlítið sýnishorn af þjóðhátíðarstemningu? Já, þjóðhátíðarstemningin, hún er nákvæmlega svona og allir sem koma, þeir eru hérna tjaldið er opið og allar veitingar fyrir þá sem að eru hér í góðum hugleiðingum á þjóðhátíð sem allir eru að sjálfsögðu. Sko, ef ég fer í útilegu, þá fer ég í tjald til að sofa í því. Já. Hérna er fólk bara með bekki og borð og bollapör og sömur með sjónvarp og það hafa sett flíklar inn í tjöldunum.
Sko, það væri talið nokkuð klikkaða maður sem væri að sofa á þjóðhátíð. Hér náttúrulega eru menn að skemmta sér vakandi, Gestur Einar, og hann ekki steinsofandi einhvers staðar. Og svo eru sungin lög þessara snillinga. Já, það er þáttur út af fyrir sig í tónlistarlífi Vestmannaeyinga. Það er náttúrulega fyrir það að hafa átt þvílíka risa á tónlistarsviðinu sem sömdu bæði textan og lögin og það sem hefur fylgt þjóðhátíð frá því að hún hófst 1874 að þá hafa já, það er nú tvennar sögur af því, skulum ekki fara út í það neitt en það er viðtekin venja að semja hér þjóðhátíðarlög og þessi lög hafa lifað með þjóðinni í gegnum tíðina og við erum bara að hlusta hér á örfá brot þannig að þetta er eitt af því sem við erum einna stoltust af. Eigum við að syngja? Já. Viljið þið syngja fyrir mitt lag? Já. Það er full ástæða til þess að klappa fyrir ykkur, þetta er alveg frábært og það er merkilega sem mér finnst vera við þetta að það kunna allir þessa texta. Já, já. Allir? Hér læra menn yfirleitt textana þegar það er saman í þjóðhátíðarlag og það glymur í gegnum alla þjóðhátíðina og svo þegar kemur á næstu þjóðhátíð þá muna menn vel söngvana frá fyrri þjóðhátíðum og þú getur sleppur varla fram hjá nokkru tjaldi þar sem er ekki verið að taka lagið. Við erum hérna með föngulegan hóp ungra manna sem er, góður hluti af meistaraflokki IBVF á takkaskóm og stuttbuxum. Og það á að syngja nýjan baráttusöng IBVF fyrir sumarið. Þetta lag samdi barnabarn Oddgeirs Kristjánssonar, Leifur Geir Hafsteinsson, hvorki meira né minna. Miðjumaðurinn góði. Hann samdi textaða hluta á móti Ívari Bjarklind bakverðinum Snjalla frá Akureyri. Stöndum saman Akureyringarnir. Já, þetta er ekki, eigum við að fá hérna? Eyjapeyjar hafa það að aðalmarkmiði að sparka hvorki mótherja né rífa kjaft við dómarann. Láttu ekki uppfattast að steika þunglyndi. Þetta er jú bara fótbolti.
Áfram IBF, þetta eru strákarnir sem að glötta okkur svo mikið í síðastliðið sumar með fagnaðarlátum og gleði þegar þeir skoruðu mörkin. Ég veit ekki hvort ég get beðið og fara hérna á bringunni, nei, það er ekki hægt. En ég ætla að kynna nýjan viðmælanda sem er ung kona hérðan úr Vestmannaeyjum, Áróra Friðriksdóttir. Hún er vara bæjarfulltrúi, kemur hér að móti aðalbæjarfulltrúanum Guðmundi. Hún er áhugamaður ferðamál, vertu velkomin. Takk fyrir og velkomin til Vestmannaeyja. Takk fyrir það, kærlega. Áhugamaður ferðamál, það er nú bara býsna skemmtilegt áhugamál hlýtur að vera. Það er mjög skemmtilegt. Og ekki síst á svona stað eins og Vestmannaeyjum. Það er alveg rétt hjá þér. Það er svo margt hægt að sýna fólki og margt sem kemur á óvart hérna. Og þið fáið náttúrulega fjöldan ferðamönnum. Já, mjög mikið. Hvernig er þetta Áróra til dæmis á þessum ástíma, svona yfir veturinn? Kemur margt fólk þá líka? Ég kom. Já, sjónvarpið allt. Það er náttúrulega kannski ekki eins margt eins og yfir sumartíma. Nei. En við erum með ferðamenn náttúrulega á ásgrundvölli. En mesti annar tíminn er náttúrulega sumrin. Hefur þið einhverja tölu yfir hversu margir koma til ykkar? Ég hef ekki að segja svona eitthvað 100.000. 100.000? Ha. 100.000? Hvað gerir allt þetta fólk? Við sýnum eyjarnar. Já, það er margt að sjá. Já. Hvað er það helsta? Hvað er helsta aðdráttaraflið? Já, við höfum náttúrulega allra hæfi. Já. En fólk kemur kannski til að skoða hérna náttúruna, sem sagt, og hraunið, fuglalífið. Svo getur fólk náttúrulega að fara í golf. Það má lengi telja. Það má lengi telja. Já, og það... ég segja þér, þennan stutta tíma sem ég hef búin að vera, þá er ég búin að fara býsna vítt og breytt hér Ég fór þetta upp á hraun og ég sá svona lítinn dalja litla lægð. Þar var eins og vin í eyðimörkinni, Gauja og Elli. Eldir í hjón. Gaujulundur. Gaujulundur. Já. Þetta er alveg stórkostlegt. Já. Kemur fólk til að sjá þetta líka? Já, það fara flestir þarna. Já. Þetta er svona áhugamál hjá þeim. En hraunið sem slíkt, hefur það mikið aðdráttarafl? Já, það hefur það ennþá. Þetta er náttúrulega svolítið sérstaklega útlendingarnir sem koma hingað, að þeir náttúrulega ekki vanir að koma kannski á svona ungt land. Nei. Og þeir finna alveg sko hitan í jörðinni og geta þreifað á. Þetta er mjög ungt. Hvernig finnst fólki þetta? Mjög spennandi. Já. Mjög spennandi. Finnst ykkur þetta ennþá spennandi líka? Skrítið að spyrja Vestmannaeyinga að svona, kannski ekki að gera það. Auðvitað er það spennandi. Já. Það er ekki spurning. Fleira sem að þið sýnið fólki, bjóðið upp á? Já, það er fólk til dæmis kringum eyjarnar í bátsferð. Það er óbúslega fallegt og mikið fuglalíf náttúrulega. Sjáum það náttúrulega hér. Já. Það er lundin ykkar og súlan. Já, og fleiri tegundir. Það er talið að það sé 1 milljón fugla hérna á sumrin. 1 milljón fugla? Heimey og Eyjón með kring. Já. Það sagði með skipstjórinn og stýrimaðurinn á Herjólfi, hann sagði, lundin kom í gær. Já, það er alveg rétt. Það var samferð ykkur. Það var samferð okkur. Jæja, við skulum fá hérna skemmtiatrið. Það er alveg með ólíkindum að geta sagt það að hér hafa læðist inn í húsið 60-70 manns, söngvarar og kórum hér og svo hljóðfæraleikarar og ætla náttúrulega að taka hér fyrir okkur að syngja þekkt eyjalög. Stjórnandi er hún Bára Grímsdóttir. Gjörðu svo vel. Ljósið kviknar
Það er ekkert kynslóðabil í þessu. Hérna eru kornungi krakkar og harðfullorðið fólk að syngja saman og spila. Er allt svona mannlífið í Vestmannaeyjum? Aldur er náttúrulega svolítið teygjanlegur. Þetta er allt ungt fólk. Er þetta allt ungt fólk? Á öllum aldri. Já. Áróra, ég heyrði eftir fólki sem fór hér, kom til Eyja og fór bátsferð. Einhverja óskaplega skemmtilega bátsferða sem siglt var inn í hella og kom maður og spilaði og einhver hljóðfæri og eitthvað stórkostlegt. Hvernig er svona ferð? Já, þeir sem koma til Vestmannaeyja mega ekki láta þetta fara frá sér. Vegna þess að fara kringum eyjarnar í bátsferð og fara inn í hellana og það er spilað þarna á trompet og það er mjög skemmtilegt. Það er fallegur hljómur þarna og svo er farið lengra og farið í kaffellir og svo í fjósinn. Þetta er alveg ógleymanlegt. Og undirspil er fuglasöngur. Já, þessi miljón fuglar hérna sem varst að tala um? Já, kannski 10, já. Já. Það er alveg mjög skemmtilegt og ætti allir að fara í svona bátsferð. Allir að fara, en mig langar bara til að spyrja fólki í salnum, hafið þið farið í svona ferð? Já, það er margar, oft og mörgur sinni. Það var aldrei leið á því. Aldrei leið á þessu? Nei. Og er þetta svona, hvað sjóveiki? Það er ekki til sjóveiki. Það er ekki til sjóveiki? Nei, það er alltaf logn hérna. Já, er það svo? Já. Guðmundur, þekkir þú þessar ferðir? Já, ég fer á hverju ári og oftar en einu sinni með vinnuskólan sem ég veitir forstöðu og það er aldrei neitt sjóveikur og ég get bara staðfest þetta er ekki lygasagan sem hún Árar var að segja. Þetta er alltaf blíða hér. Það er alltaf blíða. Og hvað tekur þetta langan tíma? Þetta er boðið upp á klukkutímaferð. Það er náttúrulega stundum er hún aðeins lengur. Þetta er samsagt rúma klukkutíma. Er þá leiðsögumaður borð sem talar og segir allt? Já. Það er yfir sögulega staðrindir og þetta er fróðleiksmólar í þessu líka. Já. Ég ætla að veita ykkur örfáa fróðleiksmóla líka núna. Það er þessi umrædda kynlífskönnun. Eins og ég var búinn að taka fram og við vorum búin að sjá að þá eru þeir öflugastir eftir því sem vestar dregur á landinu. Nú erum við ekki einu sinni á Stóralandinu, við erum lítið leigu hérna sunnaði. Og það er forvitnilegt að vita hvernig Vestmannaeyingar koma út úr rúmtakskönnunni. Gjörið svo vel. Varðandi þessa fólksfækkun að það gæti spornað vandamálinu
Ef fólk væri virkari í ástarlífinu, myndi njóta oftar ástar saman en það gerir nú? Skilja því í Vestmannaeyjum? Er ástarlífið dálítið öflugt hjá okkur hér? Já, ekki. Er ekki ábætandi? En það fækkar samt hjá okkur. Er það? Já. Er eitthvað fækkunin? Einhver, já. Það er eitthvað pínlítið. Pör og hjón hér í Vestmannaeyjum njóta oft ástar saman ef við miðum eina viku. Þessi sjómaður, hann myndi segja eins viku. Normalt ástandi öllu jöfnu, fólk á barneignaaldri, frekar virku skeiði, ekki of gamalt. Já, 4 sinnum með þessum. Myndirðu vilja giska? 3 svo? Já, alveg 3 í viku. Ég veit það ekki. Miðað við það svona, já. Það ekki 3 að 4, 4 sinnum. Hversu oft? 3. 3. En þetta er fyrir hana líka, þetta er fyrir bæði kynin. Og ef þið finnst hún eitthvað óupplöð og svona, þá bara er að setja dropa á henni í kaffi hjá henni eitthvað og þá er náttúrulega nóttin alveg bjarga. Það ekki til í að prófa þetta? Jú. Ég veit þetta apóteki. Hvað segir þið? Þetta apóteki? Já, þetta er að vísu. Það hefur verið til svona allavega fast úti, sko. Má ég ekki gefa þetta? Jú. Það segir vinnu. Jú, þú mátt það. Fyrir það í sjálfsagt sett, sko. Ég skal gera það. Ég segi þú ert alveg búin að Ég veit alveg fyrir það. Hvernig líst þér á þetta, að taka þátt í þessu? Ég veit að það væri nú margar, ég er sjómaður, sko. Já. Það er ekki heima nema kannski einn dag í viku. Og þá er allt í blóma? Já, þá er allt í svona. Já. Og þið klappið fyrir þessu. Já, það er ekki hægt annað. Þið lendið í 7. sæti. Gæðin. Þið heyrðu þetta nú á öðrum stað á Hornafirði. Þeir sögðu það líka þar. 7. sæti. 2,8 sinnum í viku. Þetta hefur alveg sína skýringu. Já, komdu með hana. Og hér þegar menn taka sig til, þeir eru ekkert að fara í þetta eins og snöggt bað. Nei. Hér taka menn langan og góðan tíma í þetta og það fer bara nóttin í þetta. Svo verður menn að hvíla svo á milli náttúrulega, þannig að þetta er... Guðmundur, er það rétt á að setja aðfluttur? Já, ég þarf ekki meira. Nei, ég hafði vita á því að flytja hingað. Já, við skulum snúa okkur að samgöngum. Nú er góður flugvöllur hérna og þið hafið svo Herjólf. Tölum aðeins um þetta. Hvað er meira notað? Herjólfur er svona kannski einhvern veginn svona tengdari ykkur. Já, Herjólfur er rómans tekur þinn tíma í ferðalagið til Eyja. Og eins og þú eru eflaust orðið var við þú komst með Herjólfi í dag að þá greip þið náttúran bara, það er ekki segja sem við vorum að fylgjast með áðan. Já. Frá bryggju til bryggju. Já. Því að þú fylgdist eflaust með háhyrningavöðu og hefur séð súluna stinga sér jafnvel og fleira í þessum dúr. Og fullt af fuglum. Bara út á þilfari með Herjólfi, það er heimur út af fyrir sig. Og innsiglingin. Já, stórkostleg. Hún er alveg stórkostleg. Já. Og er ekki þetta sem þið viljið að fólk nýti og noti sem mest? Þetta er náttúrulega líka okkar þjóðvegur. Þetta er okkar þjóðvegur. Þannig að þrátt fyrir svona stórt og flott skip að þá er þetta engin spandans? Nei, alls ekki. Það er afstætt að tala um spandal. Þetta er nýlegt skip og það er ekkert að hrúa einhverjum ryðgóðum járnplötum eða gömlum innréttingum í það. Þetta er nýtt skip og verðið á því er bara eins og svona þokkalegur skuttógar í dag. Og eins og Áróra sagði, þá er þetta þjóðvegurinn okkar og allra landsmanna. Það með ekki gleyma því. Nei. Og tekur fólki þannig Áróra þegar þú ert að útskýra fyrir fólki? Já, mér finnst það.
það kemst náttúrulega ekki öðru sér til Vestmannaeyja kannski með sinn einkabíl og fjölskyldu nema að fara með Herjólfi. Já. En það kemst með flugi, nema eins og í dag, það var svo hvasst að vera gætt að fljúga. Nei, þetta var ófært upp á landi, ekki hérna. Já, það var ófært upp á landi. Já. Það er alveg klárt. Þetta passar ágætlega við það sem við ætlum að skoða næst. Það er nefnilega legasaga. Þetta var engi lygi. En það komið hér félagur og leikfélaginu á svæðinu og ætla að fara með litla legasögu fyrir okkur. Hæ. Nei, sæll engli minn. Það er alltaf sama spanið á þig. Já, sæli nú, og læt ég það nú vera. Askot er hún löguleg þessi. Já, enda nýbúin að vinna Elite-keppnina. Elite-keppnina? Hvað er nú það? Ja, það er svona keppni, fegurð og framkomu. Já. Já, þú ert á þínum daglega göngutúr náttúrulega. Já, ég fer alltaf svona tversvar á dagnir og breggja að veta hvort er að feska og svoleiðis. Annars var ég núna að koma frá lækninum. Jó, ertu eitthvað slappur, kallið minn? Já, ég er búinn að vera svolítið slæmur efru mig undanfarið. Já, og hvað sagði læknirinn? Já, læknir, hann lagði mig upp á eitthvað bekk og fór að þökkla. Já. Og svo sagði hann, já, þetta er örugglega ekki lefren. Það var nú fínt. Og hvað sagði hann svo? Já, ég veit nú ekki hvort hann er fyrir svona léttlindi. Ég sagði svona að því að það nú hávertíð, ætti það séu þá bara ekki hrognen. Og hvað sagði læknirinn við því? Eins og ég sagði, hann er nú ekki mikið fyrir svona léttlendi. Hann hefur víst verið mikið að venna með þessum þunglendu undanfarið hefur maður heyrt. Jú. Heyrðu, þú lendir í einhverju skoðanakönnun var það ekki? Kynlífskönnun hérna daginn? Það held ég nú, en það var nú ekkert. Hei, hvað spurðu þeir? Nú, þau spurðu hvort að maður væri eitthvað farin að lenast í þessu komin á þennan aldur. Já, og hverju svaraðir þú? Ég sagði bara, herðu spurðu eitthvað annan en mig. Ég er ekki nema 76. Nei, hann var ekkert fann að lenast í þessi. Slæmir ennan um sig. Þetta var lítil legasaga. Það hefur vakið athygli mína hér í Eyjum líka hvað börnin eru skemmtileg og frjálsleg. Af hverju eru þau svona? Er það umhverfið eða hvað er það sem að gera? Sjórinn? Hvað er það? Já, alltaf það sé ekki svolítið samspil á milli. Það er náttúrulega, við erum jú út í svona fallarhafið og umhverfið er mjög frjálst. Þannig að börnin eru mjög frjáls upp og þau geta farið að spranga og nýra bryggja veiða, klifra í fjöllum og svona, það þarf ekki að hafa áhyggjur af börnum hérna. Ekki eins og í spranginu? Nei. Krakkar dingla þarna bara alveg lárétt út frá björginu? Já, það er allt í það. Þau fá kennslu í sprangja hverju vori. Sprangið er hlut hér. Heyrðu, og ég er að tala um hvað börnin séu góð í Vestmannaeyjum. Já. Hvaða lið er þetta? Það er spurning. Alltaf viðbúnir, gestur minn, alltaf viðbúnir. Hrekkjalómar juniors, þetta gengur í erfðir sem vitleysa hérna í Eyjum. Þetta er alveg voðalegt. En tölum við sprangið. Er þetta hlut hjá uppeldinu? Fá allir krakkar uppeldið, þar að segja kennslu í spranginu? Það er náttúrulega boðið upp á kennslu á hverju vori, þannig að það geta allir farið í sprang. Já. Og margir nýta sér það. Stelpur líka? Að sjálfsögðu. Kannt þú að spranga? Já, Guðmundur, hefur þú sprangað? Já. Ég ætla bara að koma að því öðruvísi, sko. Ég veiti þessari kennslufárstöðu. Já. Og ég spranga. Já. Þetta hefur nefnilega þótt vera, tilhlýðilegt hér að kenna ungdómnum að bjarga sér. Því að við vitum það að við búum hér með fjöllin í kringum okkur og það þýðir ekki að berja höfðunum við steinin. Þau leita í fjöllin, sum þeirra, og þá er ágætt að kunna réttu tökin á því ef í neyðurnar regjur. Og eins og Áróra sagði hérna áðan með börnin hérna og fjölskyldulífið að þetta er draumastaður til þess að... Hei, hvað kemur þessi? Það er spurning. Íþróttir á
betri mat og hreyfa þig meira. Sérðu allt þetta? Hvernig eru vöðvarnir? Þeir eru línir eins og fransbrauð. Línir? Já, þetta eru fransbrauðsvöðvar. Hei þið hann í salnum, spennið núna vöðvana. Ég ætla að athuga hvort að þið eru með rúgbrauðs eða fransbrauðsvöðva. Má ég finna? Vá, þessi kona er sterk. Má sjá. En þú? Vá, þessi líka. Jæja, bless, nú verð ég að fara. Og þið sjáum mig bara í bæjarleikhúsinu þegar ég er búinn að þjálfa alla í Latabæ. Bless! Ég vil nú bara fá skýring á þessu. Já. Hvað er þetta? Þetta er bara að sýna svona íþróttaandanum hér. Já. Íþróttaálfurinn. Þetta er ungdómurinn. Þetta er ungdómurinn. Já, já. Og tengist það leikfélaginu. Já, þau eru leikfélaginu. Þetta er úr hvað, Áfram Latibær. Já. Eftir Magnús Scheving. Og hvað? Þetta er sami leikrit og síðan eru Sandi Söngvar við þetta líka. Jú, Sigurgeir Scheving, hann leikstýrði þessu og kom þessu á fjalirnar hér hjá leikfélagi Vestmannaeyja. Já. Og það er einmitt ánægilegt hér að það er mikil drift í leikfélaginu sem að er stór þáttur í menningarlífinu sem er dálítið magnað hér í Vestmannaeyjum. Já, við erum að tala um börnin. Það er þessi pysjutími. Það er svo skemmtilegt. Ég hef þessi myndir að þessu krakkar koma með pappakassa og sveifla fuglinum og henda honum upp í loftið. Hvað erum að vera þá? Það er náttúrulega verið að bjarga pysjunni. Já, og pysjan er? Það er náttúrulega, þú hlýtur náttúrulega að vita hvað pysjan er. Ég veit það, ég er að spyrja fyrir hinna sem er að horfa á sjónvarpið, veit það ekki. Það vita allir landsmenn hvað pysja er. Nei, ég er alveg viss um það. Ekki. Það er sem sagt ungi lundans sem við kallum pysju og hún flýgur í ágústmánuði, svona eftir miðjan ágúst, að þá flýgur hún á ljósin í bænum. Úr hérna Björgunum. Og getur náttúrulega ekki flogið þegar hún sér ekki sjóinn, þannig að á kvöldin þá fer náttúrulega fjölskyldan á stað með börnin og kassan eins og varst að tala og bjarga pysjunni. Koma þær þá í stórum hópum alveg fljúandi inn í bæinn? Já, já. Það er alveg mökkur af þessu bænum og já, eins og var að segja að fjölskyldan með börnin og pappakassin er hluti af fjölskyldinu þegar þetta gengur yfir. Já. Og hér bjarga þau á hverju ári 1000 unga í sjóinn og það gerir þetta svona. Og það er öllu sleppt lifandi sem sagt? Já, hér þekkist það ekki að pysja sé étin, aldrei. Nei. Það er mjög sárt þegar pysja lendir á vegg og deyr eða verður undir bíl sem gerist auðvitað eins og gengur og gerist. Já, já. En er þetta bara börn? Er ekki fullorðnir sem að læðast út með pappakassa? Það eru börnin í öllum. Fullt af fullorðnir. Allir með. Er það? Já, já. Þú sagði mér sögu af einhverjum útlendingi sem hafði áhuga á þessu, einhver sem að flög stórum orrustuflugvélum. Já, það var bandaríkjamaður og hann var vitlaus þegar hann komst í þetta. Og hann sagði nú bara á sínu ylhýra máli, you would kill for it, sko, ef þú kemist í snertingu við þetta í Bandaríkjunum. Þannig að við erum nú ekki svo róttæki hér. Nei, en við ætlum að snúa okkur öðru og það er hagyrðingur sem er mættur á svæðið. Það er Guðrún Jónsdóttir sem ég álít að sé yngsti hagyrðingur sem hefur komið fram í þáttunum hjá okkur í vetur. Og ég held að hún hafi samið einmitt textana við söngva úr Latabæ. Gott kvöld, góðir Eyjamenn og aðri landsmenn. Í Eyjum fólkið hefur átt firnagóðar sögur hetjudáðir mannlíf kátt og fjöllin há og fögur. Á fastalandi furðar menn hvað fólkið er að gera. Snorri Betel er víst enn herur upp að skera. Og þorskurinn, nú engin er, nema orðrómur í netum, hægt og hljótt til fjandans fer fjárhagur fullum fetum. En ekki er útilokað að hér aftur vori. Við höfum áður upplifað hamfarir og hlátur. Öll við höfum hreint og svart, eðli Eyjamanna, en teljumst samt, þrátt fyrir allt, til hinna frámbúanna. Er það ekki svo, þó að Ísland sé stærsta eyjan við Vestmannaeyjar, að við erum eitt og því sama? Þó þið séu svolítið sérstakki Vestmannaeyingar, fyrirgefði. Jú, það er alveg rétt. Já, Róra, hvað það að segja? Okkur finnst Íslandingarnir svolítið sérstakir. Já, er það? Já. En auðvitað er þetta eitt og saman. En hvernig er að búa hérna? Það er yndislegt að búa hérna. Er það? Já. Er þið sammála að þú ert fædd hér á uppælinu, Róra? Já, já. Það er alveg forréttindi að búa í Vestmannaeyjum. Er það? Já. Og af hverju? Það er náttúrulega erfitt að útskýra. Það er bara umhverfið og mannlífið og
Já, bara allt saman. Akkur svona erfitt að útskýra, hefur búið annars staðar? Já, reyndar. Já. En það jafnast ekkert á að búa í Vestmannaeyjum. Er það? Já. Er þið sammála þessu? Já, það er virðist verið létt yfir ykkur. Kom ég þetta svar óvart? Nei, það kom mér ekkert óvart. Nei. Guðmundur, þú ætlar að segja eitthvað. Ég ætlaði bara að svona staðfesta það sem Árar er að segja. Og það er, sko, umgjörðin hér og í hverju fótmáli það leggur grunninn. Og að ala upp börn hér í Vestmannaeyjum, það er vart hægt að ímynda sér að það gerist betur annar stað. Trúlega eru margir staðir sem að líkt er á komið og það er mjög vel. En hver staður hefur sér einkenni og það höfum við séð í þáttunum í vetur. Já, hluti af ykkar séreinkennum er náttúrulega hraunið og eldfjallið og þessi saga sem er nú ekki nema sko rúmlega 20 ára gömul. Er þetta í huga ykkar ennþá? Er það alltaf með þetta í baktanganum? Nei, alls ekki. Ekki? Nei. Ykkur þykir ekkert einkennilegt að hafa eldfjall bara hérna við bæturnar? Nei. Við erum að vunna þessu. Þetta er vunna þessu? Já. Þannig að það er engin svona sem er eitt að velta þessu fyrir sér daglega dags? Þá væru menn ekki búandi hér. Þetta angrar ekki nokkurn mann. Nei. Ég hef ekki trúa því að menn geti búið við það. Nei. Þannig að þetta er bara hluti á okkar tilveru. Já. Og við tökum að því sem að hendi ber. Eins og þú sér? Já. Eyjamenn, sjálfstæðir menn, þeir voru svo sjálfstæðir að þeir vildi ekki eins og fá veiðikortin. Við skulum sjá lítinn leikþátt veiðikortin sem var að ángrað hér lundaveiðimenn. Þessi saga er sönn. Nú svo þann. Langkrabbi. Heyrðu! Nú. Það var alltaf lehaðu. Hallu. Það er mér að ganga. Hæða! Hilið! Hver er þar? Kort! Við kaupum engin kort. Ég er ekkert að selja neinn kort. Veiðikort! Já, við erum ekkert að veiða. Og hvað er ekki að ræða þá? Við erum bara að sýsla svona hitt og þetta. Sýslumar, hver er hann? Egið þú, sýslumann. Jæja, ekkert að veiða, nei. Nei. Komið hann út fyrir. Sjá framhaldsmenn á okkur. Strax. Hvað? Það var eitt? Já, hinni fóru að veiða. Nei, fóru að skoða fugla og svona eitt og annað. Já. Þið eru svolítið ekkert að veiða, nei? Nei, bara að taka myndir og svona. En hvað er þetta hér? Með leyfi? Við fórum út í túristarbransan. Þetta er bara fyrir túrista til að leyfa þeim að sjá hvernig við veiddum hér á öldum áður en veiðustjóri kom til. En þessi þarna upp í brekku, hann er kannski ekkert að drepa lunda eða hvað? Nei, hann er ekkert að drepa lunda. Og hvað er ekki þá? Hann er bara að veiða í vísindaskyni, eins og gert á þeim með hvalina. Hann ætlar að athuga hvort það eru fleiri svartar eða hvítar fjaðrir. Svo sækjum við kannski styrk að það hjá kortasjóði. Almótt. Jæja, hvernig lítur á það? Alveg umlega. En förum svo. Já. Heyrðu, en sem sagt, það er ekki neina veiðiþjófar hérna þá? Nei, engu veiðiþjófar. Nú er það ekki nei? Nei. Við getum svo farið. Þið getur bara farið, já. Já. Og förum við bara. Já. Grippu þig. Og hvað er þetta hérna með leyfi? Þetta er ekki lundi. Nú, er þetta ekki lundi, hvað er þetta þá? Þetta er landi. Nú er það landi. Upp með hann. Nú. Já. Þessi fínu landi. Smakka. Jæja, þá er þessi bara í lagi. En hvað er þetta þá? Hæ? Er þetta kannski mísa? Nei, sko... Nú, það er ekkert að veiða, nei. Nei. Hvað er þetta? Þetta er lundi. Nei, við vorum ekkert að veiða hann. Nú, það er að sjá þér í boka kannski eða? Þeir kom inga Árni Jónsson og Össur og þeir veita hann. Árni Jónsson? Já. Já, þarna kartöflubóndi með gítari. Nei, það voru þeir sem að fundu veiðikortið. Jú, það er rétt. En við gerum ekkert við þá. Við megum það ekki. Nei. En við tökum samt lundan og fristum hann. Og núna yfirherjum við þá hér á staðnum. Og ég er lögga svo klár og ég veit upp á hár. Hverjir er að veiða hér og hverjir er að skemmta sér. Það er sama hver allir veiðið hér. Ég
sannað, ósannað, sannað, sannað að ég hafi nokkra veiði hér. Hér engin fugl, allur floginn burt, því að kortið hann hvergi sér. Jæja, þá bara förum við, tökum fengin og öll sönnunargögn, öll sömul með tölu. Og landan. Nei, á landan, ertu blessaður? Það munar ekki nema, það er bara eitt stafur, landi, lundi, þetta virðist eiga vel við ykkur hvort þau ekki. Við ætlum að snúa okkur öðrum. Það er merkileg skemmtun sem, skemmtun getum við kallað það. Að þeir halda popmessur hér í Vestmannaeyjum einu sinni í mánuði á sunnudagskvöldi og þá koma þeir saman prelátar sem er hljómsveit og söngvarar og svo helgar þá breyta þeir gír og þá er þeir hljómsveit eins og, hún heitir Dans á rósum en við skulum fá aðeins sýnishorn af popmessu frá Vestmannaeyjum. Old-time religion, give me that. Old-time religion, give me that. Old-time religion, it's good enough for me. Old-time religion, old-time religion, old-time religion, it's good enough for me. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. And it's good enough for me. So give me that. Old-time religion, give me that. Old-time religion, give me that. Old-time religion, it's good enough for me. It was good for the Hebrew children. It was good for the Hebrew children. It was good for the Hebrew children. And it's good enough for all. Give me that. Old-time religion, give me that. Old-time religion, give me that. Old-time religion, it's good enough for me. It will bring you out of bondage. It will bring you out of bondage. It will bring you out of bondage. Good enough for all. Give me that. Old-time religion, Old-time religion, give me that. old-time religion, it's good enough for me. For my dear old father, it was good for my dear old father. It was good for my dear old father. It was good enough for Old-time religion, old-time religion, old-time religion, it's good enough for me. Give me that. Old-time religion, old-time religion, old-time religion, it's good enough for me. Old-time religion, old-time religion, old-time religion, it's good enough for me. Give me that. Old-time religion, old-time religion, give me that. Old-time religion, it's good enough for me. Old-time religion, old-time religion, old-time religion, it's good enough for me. It's good enough for me. It's good enough for me. Já, ég segi nú bara, hér sé stuð. Líf og fjör. Og þetta er fólki sem að fyllir kirkjuna einu sinni í mánuði, alveg stúd fyllir kirkjuna. Fólk kemur alveg aftur og aftur. Gott betur, því að þau tróðfulla hverja kirkjuna hættur annari land allt.
Það er ekki bara í Vestmannaeyjum, heldur víða. Þannig að það er, eins og maður sér, það er ýmislegt upp á að bjóða á listasviðinu eða matalistinni eða hvaða list þeim er. Já, hún er alveg stórkostleg hérna matalistin, við vorum búin að tala um sölinn, harfiskinn og fuglinn. Og svo eru nú 200 vínlundnar sem er fullunnin sjávarafurð hér frá vinnslustöðinni sem þú sér hérna á borðinu. Já, og kertin. Og síðan er kertin frá kertaverksmiðjunni heima sem er starfrækt hérna í Eyjum. Ég ætlum að fara að hætta þess að ég geti bara að byrja að borða þetta. Já, ég líst vel á það og kveikja á kertunum. Já, en ég sé það er lágmark að stoppa hjá okkur í 2 daga. Það er algjört lágmark. Það er algjört lágmark. Jæja, sjáum til hvernig það verður næst. Ég þakka ykkur kærlega fyrir, Áróra og Guðmundur, fyrir setuna á spjallið í kvöld og ykkur þakka ég kærlega fyrir, móttökurnar og allt þetta sem þið er búin að gera fyrir okkur. Magnús. Já. Hvert förum við næst? Já, þú þarft ekki að fara neitt. Nei, ég þarf ekki að fara neitt. Loksins fæ ég að vera heima og þau koma til mín. Við ætlum að fara og vera næst á, veitum við hvað heitir þetta aftur þetta? Akureyri. Ég þakka fyrir í kvöld en svona aðeins í lokin ætla ég að benda á að við gróðursettum tré eða þau sjónvarpsfólk sem kom hérna í sumar. Þau gróðursettu tré hérna við Ráðhúsið, ég vona að það sé lifandi ennþá því passið það fyrir okkur. Takk fyrir komuna, takk fyrir móttökurnar og góða nótt og svo syngjum við saman í lokin. Má bjóða ykkur meira? Heyrðu, þetta var bara flott stemming. Alveg frábært. Hvað fyrir konan að gera þarna fremst í þættinu? Hún var að reyta lundaneska. Já, stundum. Það var hann hamflettur. Já, og stundum er hann líka stoppaður upp eins og lill okkar hérna. Mamma, er lundin ekki stundum kallað prófestur? Jú, alveg rétt. Stundum. Eigum við að flytja til Vestmannaeyja? Ha? Ertu að meina þetta? Nei, ég meina, ger ég nú ekki allt fyrir ykkur, Þú farið í IBVF. Þið farið á Pæjumund? Já. Já, við getum verið að gormast hann í klettunum. Og farið á Alvabrenninu á 13. Og verið á þjóðhátíðinni. Takk, það er svo. Já, láta okkur nú dreyma eyjarnar í nótt. Góða nótt, Gunnar. Góða nótt. Davíð, þú ert yndislegur. Hvað með vinnu? Ég get bara farið í lögguna, það ekki? Búningur. Heldurðu mig taka handjárnir með þér heim? Frú mín góð, eru þér með ökuskírteini? Veistu það, Ingibjörg?
ef að þú takir þátt í kynlífskönnuninni, þá væri þú ein, efst. Og ólétt. Hitt. Ingibjörg. Davíð. Ef þetta verður strákur, þá skýrum við hann þeyting. Þeytingur Örn.